það sem kemur. Takk fyrir og gangi ykkur vel. Í nafni Guðs föður, sonar og heilags anda. Amen. Við skulum biðja. Kærleiksríki Guð, þú sem gefur okkur bjartar sumarnætur, iðgræna sveit og mildan hnjúka þey, gefað öll fegurð, gleði og yndisleiki lífsins minni okkur á elsku þína og nálægð, nú þegar við kveðjum hann Hafstein hér í helgidómi þínum. Blessaðu okkur þessa kveðjustund og gefa þau sem sakna finni þann kærleika og huggun sem frá þér stafar, líkt og hlýjan sólargeisla á anga sér. Já, gef þeim styrk fyrir samfélagi við þig og þinn blessaða son Jesú Krist. Við biðjum í hans nafni. Amen. Jafnvel þótt ég fari dimman dag, óttast ég ekkert illt, því þú ert hjá mér. Skrollið þinn og stafur huggar mig, þú býrð mér borð, frammi fyrir fjendum mínum, þú smyrð höfuð mitt með olíu. Ykkar minn barma fullur, já gæfa og ná fylgja mér alla ævidaga mína, og í húsi Drottins bý ég langa ævi. Drottinn minn hirðir, mig mun ekkert bresta. Sál mína, leiðir mig réttan veg, fyrir sakir nafnsins, jafnvel þótt ég fari dimman dag, óttast ég ekkert illt, því þú ert hjá mér. Skrollið þinn og stafur huggar mig, þú býrð mér borð, frammi fyrir fjendum mínum, þú smyrð höfuð mitt með olíu. Bikar minn barma fullur, já gæfa og ná fylgja mér alla ævidaga mína, og í húsi Drottins bý ég langa ævi. Drottinn minn hirðir, mig mun ekkert bresta. Í Davíðssálmum standa þessi orð. Lát mig Drottinn sjá afdrif mín
og hvað mér er útmælt af dögum. Lát mig sjá hversu skammær ég er. Sjá örfáar þverrendur hefur þú gjört daga mína og ævi mín er sem ekkert fyrir þér. Hvers vona ég þá drottin, von mín er öll á þér. Þannig hljóðar hið heilaga orð, Guði sé þakkar gjörð. Og postulinn ritar: Ég sá nýjan himinn og nýja jörð, því að hinn fyrri himinn og hinn fyrri jörð voru horfin, og hafið er ekki framar til. Og ég sá borgina helgu nýja Jerúsalem stíga niður af himni frá Guði, búna sem brúði, skartar fyrir manni sínum. Og ég heyrði raust mikla frá hásætinu sagði: Sjá, tjaldbúl Guðs meðal mannanna, og hann mun búa hjá þeim, og þeir munu vera fólk hans, og Guð sjálfur mun vera hjá þeim, Guð þeirra. Og hann mun þerra hvert tár af augum þeirra, og dauðinn mun ekki framar vera til, hvorki harmur né vein, né kvöl framar til. Hið fyrra farið, og sá sem í hásætinu sat sagði: Sjá, ég geri alla hluti nýja. Þannig hljóðar hið heilaga orð, dýrð sé þér drottin. Heil mína bæn, rætast í blæ, berðu kveðju, mín yfir höf, syngdu honum, saknaðar ljóð, langa hans bíl, vernir þú sól, öðrum ljúkur, kistu hans frá, ástarorð, veisla mér frá, syngið þið fuglar, ykkar fegursta ljóðalag, leið honum í indælu lóði, ástarljóð mitt, heil mína bæn, nála við strönd, lít þú baggar, vonum við bar, þar til svefninn sígur á brá, rauði mín, veljum við þá, daga langa, saman tvö heil mínar bænir og þrá. Syngið þið fuglar, ykkar fegursta ljóðalag, syngið honum í indælu móði, ástarljóð mitt, heil mína bæn, nála við strönd, lít þú baggar, vonum við bar, þar til svefninn sígur á brá, rauði mín, veljum við þá, daga langa, saman tvö heil mínar bænir og þrá. Heyrum heilagt Guðspjall sem hljóðar svo í Drottins nafni. Marta sagði við Jesú: Herra, ef þú hefðir verið hér, væri bróðir minn ekki dáinn. En einnig nú veit ég að Guð mun gefa þér hvað sem þú biður hann Jesú segir við hana: Bróðir þinn mun upprísa.
Marta segir, ég veit að hann rís upp í upprisunni á efsta degi. Jesús mælti, ég er upprisan og lífið. Sá sem trúir á mig mun lifa þótt hann degi, og hver sem lifir og trúir á mig mun aldrei að eilífu deyja. Þannig hljóðar hið heilaga Guðspjall. Sælir eru þeir sem að heyra Guðs orð og varðveita það. Náð sé meður og fríður frá Guði föður vorum og drottni Jesú Kristi. Amen. Segðu aftur söguna, þá einu þess virði að vera sögð, færðu í frásögu gleði fréttirnar og dragðu ekki undan fagnaðar efnið, fléttaðu hana honum. Segðu aftur og aftur söguna frá byrjun
og láttu engan endi taka. Þannig yrkir skáldkonan Þóra Jónsdóttir í ljóðinu Saga og færir þannig í orð kjarna þessara stundar þegar við komum hér saman til að kveðja ástvin, fela hann Guði og til að segja aftur söguna. Og til þess erum við komin hér í dag og einnig til að rifja upp, minn okkur á þá sögu sem hér er lokið að sínu leyti, en lifir samt áfram í og með ástvinum Hafsteins, með öllum sem að þekktu hann. Því að saga hans er hluti af ykkar sögu, hluti af okkar sögu. En leið er saga hans hluti af sögu Guðs sem við sjáum ekki fyrir endan á, en Guð einn þekkir. Hina miklu sameiginlegu sögu alls sem að kristnum skilningi stefnir til hans, hans sem var og er og verður. Ljóðið hvetur okkur til þess að segja þá einu sögu sem skiptir máli og það er tungunni tamast sem hjartanu er kærast. Hvað er kórrétt saga eða ítaleg er ekki það sem öllu máli skiptir, en það tel ég að hér sé ekki átt við söguþráð eða línulega framvindu, þótt vissulega sé hún mikilvæg, heldur viðhorf. Ég held að sú saga sem skiptir máli sé bundin tilfinningum okkar og þakklætinu fyrir lífið, þakklæti fyrir líf Hafsteins og allt það sem það veitti okkur. Sú saga heldur áfram og tekur engan endi. Það er gleðifréttin, það hver saga hans var og hvert saga hans stefnir, inn í ljósið til Guðs sem gerir alla hluti nýja. Já, segjum aftur söguna. Við skulum láta hugan reika í gegnum sögu Hafsteins sem vert er að segja aftur og aftur. Við skulum staldra aðeins við nokkra leiðarsteina og færa nokkrar minningar í orð og þakka fyrir líf hans og sögu hér. Hafsteinn Aðalsteinsson var fæddur í Reykjavík þann 13. mars árið 1947. Foreldrar hans voru þau Aðalsteinn Eiríksson og Dagmar Siggeirsdóttir sem bæði eru látin. Hafsteinn var 4. barn foreldra sinna en systkini hans voru í aldursröð, Eiríkur Vignir, Guðrún Aðalheiður og Aðalsteinn sem öll eru látin og Ólafía Helga sem lifir bróður sinn. Hafsteinn ólst upp hér í Reykjavík, nánar tiltekið í miðbænum, en fyrstu æviár hans voru mörkuð áföllum og veikindum. Faðir hans lést þegar hann var aðeins 3 ára og móðir hans var berklasjúklingur sem dvaldi langtímum á Vífilsstöðum. Á þeim tíma dvaldi Hafsteinn hjá eldri systkinum og öðrum ættingjum, en þegar hann var á 8. ári fór hann vestur í Dýrafjörð til sumardvalar á Húsatúni í Haukadal hjá þeim Valdimar Þórarinssyni sem er látin og Unni Hjörleifsdóttur. Þessi sumardvöl átti eftir að verða örlagavaldur í lífi Hafsteins því þegar kom að heimferðum haustið fannst drengurinn hvergi, sama hvernig var leitað og svo fór að hann missti af ferðinni. Þegar hættan var liðin hjá skreið sá stutti úr felum en enn þann dag í dag veit enginn hvar hann faldi sig. Þegar hann var krafinn skýringa á þessu athæfi sínu var svarið ósköp einfalt. Hann vildi ekki fara aftur suður, hann vildi bara vera hjá Valda og Unni og þar leið honum vel og svo hafði hann líka eignast svo marga góða vini í dalnum. Og þar með var það ráðið. Valdi og Unnur tóku Hafstein að sér og fóstruðu sem þeirra eigin væri en sjálf voru þau barnlaus. Hafsteinn var uppátækjasamur drengur og féll því vel í hópinn í Haukadal sem í þá daga var fullur af börnum búið á hverjum bæ og dalurinn iðaði af mannlífi. Það var því lítið mál að setja saman 2 fótboltalið og spila hvern leikinn á fætur öðrum eða alveg þangað til að heyrðist í Unni á Húsatúni eða Unni í miðbæ kallaði við dalinn að það væri kominn matur og þá var gert stutt leikhlé. En það var nú fleira brallað og þeir vinirnir Hafsteinn og Sigurður Þórarinn í miðbæ fundu sér ýmislegt til dundurs og oftar en ekki var Hermann heitinn Gunnarsson með þeim í för. Þegar þeir áttu að dæla vatnin úr brunninum á Húsatúni í tankinn sem var í kjallaranum, þá sátu þeir við dælinn og pumpuðu og átu upp úr súrtunnunni hennar Unnar, sérstaklega vælindun.
En fyrir ykkur sem ekki viti hvað það er, að þá eru það vélindu sem búið er að tróða slögum í og sem eru svo soðin og ýmist borðu ný eða súsuð. Svo voru líka í kjallaranum bæði í Húsatúni og miðbæ stórir kassar af molasigri sem var ansi gott að nesta sig í og ekki síður gaman að hræra svolítið hraustlega í þeim svo að sáust bláir blossar í sigrinum í myrkrinu. Nú rófugarðana í dalnum grisjuðu þeir alls kostar óum beðnir og leiksvæðið var dalurinn eins og hann lagði sig frá fjöru til fjalls. Í öllum pollum, lænum og auðvitað fjörunni voru bátar látin sigla, en best var að fá gamla oljubrúsa og gera sér bát úr þeim og draga á eftir sér. Svo tóku þeir gamla kjötpoka og útbjuggu sér troll og toguðu grimmt í lækjónum svo hornsílastofninn í Haukadal hefur ekki bara sitt borið síðan. Já, snemma beygist krókurinn og Hafsteinn fann snemma ævistarfið og vel fyrir tvítugt var hann kominn á sjó. Hann var á síld með framnesinu og á vertíðum á ýmsum bátum, bæði stórum sem smáum, og var þá ýmist háseti eða kokkur. En hann var lunginn sjókokkur og enginn fór svangur frá hans borði. Einhver tíma var það að Hafsteinn og Sigurður Þórarinn voru saman á sjó og að Siggi átti fyrstu baujuvaktin kvöldið. En þegar Hafsteinn kom upp kvöldið til að taka við þá spurði hann Sigga hvort þeir ætti ekki bara að baka kökur nóttina. Það sem það væri 12. mars, afmælisdagur Sigga og sjálfur átti hann svo afmæli þann 13. Og það varð úr. Svo þegar aðrir kom á fætur voru kökur og tertur á boðstólnum í morgunmat. Árið 1967 þá fangaði auga Hafsteins hug og hjarta ung stúlka á Þingeyri, Gíslína Matthildur Gestsdóttir á Grundarhól. Og í júlímánuði það ár settu þau upp hringa og hafa fylgst að síðan eða í rúm 57 ár. En þau voru gefin saman í hjónaband í Þingeyrakirkju þann 31. desember árið 1968. Hafsteinn og Matta eignuðust 4 börn sem eru í aldursröð. Valdimar Gestur sem býr í Vestmannaeyjum, eiginkona hans Guðbjörg Lilja Þórarinsdóttir, þau eiga 3 börn og 5 barnabörn. Sólborg Unnur sem látin, Sólborg Unnur sem býr í Garðabæ, eiginmaður hennar Guðmundur Bragi Wolters og þau eiga 2 börn. Bylgja Dögg sem býr í Reykjavík, sambýlismaður hennar Sigfús Örn Guðmundsson og eiga þau 3 börn. Hafsteinn og Matta hófu sína sambúð í herbergi á gamla pósthúsinu á Þingeyri en stækkuðu smá saman við sig eftir þörfum þar til í lok 8. áratugarins að þau réðust í að reisa sér eigið húsnæði, Grænuhlíð sem svo var nefnd á Fjarðargötu 58. Og þar bjuggu þau til ársins 2006 þau festu kaup á æskuheimili Möttu Grundarhól þar sem þau hafa búið síðan. Hafsteinn og Matta áttu gott og farsælt hjónaband. Þau voru samhent í öllu sem þau tóku sér fyrir hendur og unnu sem eitt af því að búa sér og börnum sínum gott líf. Á milli þeirra ríkti djúpstæð vinátta, virðing, umhyggja og kærleikur sem engum duldist umgekkst þau. Hafsteinn eignaði snemma sinn eigin bát Ugga og hóf eigin útgerð. Lengi vel var hann einnig á togurum samhliða en smá saman þá beindi hann kröftu sínum alfarið að eigin útgerð, þar sem hann var allt í senn stýrimaður og stjóri á sjó og landi. Reyndar réðist hann í að stofna ásamt nokkrum öðrum hlutafélagið Sæhrímnir árið 1976 sem festi kaup á 51 tonna eikarbát í Grindavík og gerðu út undir nafninu Sæhrímnir IS 100 nokkura ára skeið. En fyrst og fremst var hann sjálfstæður smábátasjómaður, harðduglegur, þægilegur í umgengni og gott að vinna með honum. Það til margar góðar sögur af Hafsteini og ævintýrum hans á sjó, en þó tíminn leyfi okkur ekki að rifja þær allar upp hér í dag, þá ekki annað hægt en að tæpa á einhverjum þeirra. Hafsteinn var ágætlega fiskinn. Hann var reyndar ekkert sérstaklega mikið fyrir að tileinka sér nýjustu tækni til sjóðs, hafði ekkert að gera með þetta GPS-dæmi til dæmis, notaðist heldur bara við gömlu aðferðirnar. Þótt yfirleitt gengi nú vel hjá honum þá kom það fyrir að kæmi babb í bátinn ef að svo má segja. Þegar sökk undan honum báturinn einu sinni var það salla rólegur maður sem að hringdi í Möttu og sagði: "Það sökk undan með báturinn og ég á Patreksfirði."
Hann datt líka einu sinni niður á milli skips og bryggju og þegar hann stóð svo við útidyrnar heima og Matta hrópaði dastu í sjóinn, svaraði hann af sinni einstöku yfirvegun, það lítur út fyrir það. Hann var líka einn á skaki úti fyrir Arnarfirði einu sinni þegar hann fór útbyrðis en hafði sig aftur borð og aftur lét hann vita af sér með sömu yfirvegun og áður. En það sem þið kannski ekki vitið það að Hafsteinn var með öllu ósyndur. En hann var líka mjög útsjónarsamur og ráðagóður. Eitt sinn var hann á skaki við annan mann talsvert út af fjörðunum þegar skall á svarta þoka. Hann rambaði á Dýrafjörðinn en þá vildi nú ekki betur en svo að bátinn steytt á skeri og gat kom á hann. Og nú voru góð ráð dýr. En þegar maður allt í senn, stýrimaður og stjóri og kokkur, þá hefur maður nú nokkuð góða yfirsýn á hvað til borð til að bjarga sér á. Og Hafsteinn hentist niður í lúkar og sótti smjörlíkistykki og klíndi því í gatið til að stöðva lekann. Og þannig sigldi hann í örugga höfn. Þó að Hafsteinn væri fyrst og fremst sjómaður, þá bardúsaði hann nú líka ýmislegt annað. Hann og Matta héldu nokkuð af fé með foreldrum Möttu og Hafsteinn hafði gaman af því að stúsast í fénu, þó hann hefði kannski ekki áhuga á hefðbundnu búskap sem slíkum. Þá verkaði hann fisk og gerði bæði góðan harðfisk og síinn. Og skötuverkaði hann í mörg ár með Matthildi og Seldi og hún var svo góð að maður fekk tár í augun á fyrsta bita. Hafsteinn hafði alltaf allt í röð og reglu við verkun og lagði talsvert upp úr því að hafa snyrtilegt og hreint við verk sín, sem mörgum þykir áskorun sérstaklega þegar verið að verka skötu. Svo reyndi hann líka fyrir sér í veiðum á ígulkerjum og þau hjónin tóku að sér að sjá eldiskvíar 2 ára skeið. En árið 2020 þá ákvað Hafsteinn að hætta til sjós og árið síðar hætti hann að verka skötuna, þá kominn vel yfir 70 og kominn tími til að minnka aðeins við sig og hægja aðeins á. Hann fylgdist þó áfram vel með útgerðinni í firðinum og lá yfir Marina Traffic og vissi nákvæmlega hverjir voru að róa hvar og leggja, kom oft niður á bryggju til að fá fréttir og athuga með aflabrögð, skoðaði allar vefmyndavélar til að athuga með veður og sjólag, auk þess sem hann var meistari textavarpsins. Hann var vanafastur og hvíldi vel í sinni rútínu og fór ekki að sofa nema þau hjónin færi í kvöldrúmt út á flugvöll og inn í Hvamm til að gá til veðurs. Bryggjurúntur var ómissandi hluti af hans daglega lífi hvar sem hann var staddur á landinu. En síðasta bryggjurúntin fór hann einmitt hér í Reykjavík mánaðamótin júní-júlí. Hafsteinn var fjölskyldumaður, natinn faðir sem studdi dyggilega við afkomendur sína og naut þess innilega að hafa sína hjá sér. Það var honum alltaf tilhlökkunar efni þegar að barnabörnin voru væntanleg vestur og hann var alltaf til í ýmiss konar uppátæki með þeim. Ævintýraferðir upp á Sandafell eða dagsferð á póstbílnum með nesti, já og bílakassetturnar hans afa þær standa upp úr minningunni. Enda var hann einstaklega barngóður og hann hafði svo gaman af börnum að ræða við þau og ekki síst að leika við þau. Þegar barnabörnin komu vestur þá reddaði hann þeim reiðhjólum og skrapp svo upp á söndum í IKEA útibúið sitt til að finna helstu nauðsynjar í drullubúið. En þar fann hann margt og mikið sem hann sá not fyrir og margir nutu góðs af. Hann sá nefnilega gimsteina þar sem að aðrir sáu rusl og var frumkvöðull í því sem í dag kallast hringrásarhagkerfi. Hann var nýtinn og hann var sparsamur með eindæmum og hann splæsti til dæmis saman fjöldamarga svona meterslanga spotta í feiknalangt reipi. Hann vildi helst engu henda og var með söfnunaráráttu á nokkuð háu stigi. Og ef ykkur vantar penna þá eru nokkrir til heima á Grundarhól. En hann var líka bæði bóngóður og greiðvikinn og hann lagði sig fram að vera öðrum hjálpsamur ef hann mögulega gat. Í sumarbyrjun fór að gera vart við sér lasleiki hjá Hafsteini, en hann hafði nokkur ár glímt við lungnaþembu sem var þess valdandi að hann var mjög viðkvæmur fyrir kvefvírusum og flensum sem þess vegna gátu farið mjög illa í hann. En þrátt fyrir það þá fór hann í ljómandi góða ferð eldri borgar á Selfoss í júnibyrjun og hafði mikið gaman af. En hann var svo sem aldrei mikið fyrir að kvarta eða barma sér og dró heldur úr ef hann var spurður. En í lok júní þá rakaði honum mikið og ljóst að eitthvað annað og meira herjaði á hann.
Hann var í kjölfarið lagður inn á Landspítalann til lækninga, en álagið reyndist meira en veik lungun þoldu og hann lést að kvöldi sunnudagsins 28. júlí síðastliðinn, umkringdur ástvinum sínum, eiginkonu og börnum. Já, sögu Hafsteins hér eru lokið, en hana má segja aftur og þannig rifja upp minningar og atvik sem að gleðja hug okkar og hjarta og minna okkur á þá gæfu að saga okkar var og er samofin sögu hans. Þannig lifir saga hans með okkur til að geta verið sögð aftur og aftur án þess að taka enda. Og þið kæra fjölskylda og vinir, þið geymið hana og getið sagt sögur af hæglátum og hlédrægum manni sem var svolítið feiminn, hlýjum föður og afa og elskandi eiginmanni, sögur af brandarakallinum sem gat borðað ís í öll mál, sögur af bara hversdagslegum atvikum, sögun af ferðinni á veitingastaðinn Frábær á Ísafirði sem er alveg frábær, sögur af seinefni hans og sögur af söfnunaráróttu, sögur af stráknum sem bað vin sinum að koma með sér fram á Dal að sækja lambféð því hann þorði ekki að fara einn því sumar þeirra voru mannígar. Já, þær eru svo ótal margar minningarnar sem þið geymið kæra fjölskylda, sögurnar sem skipta máli. Og í dag þökkum við fyrir þær allar. Þökkum fyrir þann dýrmæta sjóð minninga sem við geymum Hafstein, þökkum ást, vináttu og kærleika hans. Kærleikur er ekki bara orð, hann er hið lifaða líf og einungis að finna í samskiptum milli einstaklinga. Hann birtist í hugulseminni, í umhyggjunni og stuðningnum, í hvatningunni, í mótbyr og erfiðleikum, í blíðunni og ástúðinni. Og það er kærleikurinn sem að lifir af dauðan og fylgir okkur áfram inn í hérna andlegu vídd. Já, í elskunni er fólginn ódauðleiki, því að hafir þú elskað einhvern þá gleymir þú honum aldrei. Og það er sagan sem engan endi tekur. Hafsteinn elskaði ykkur og þið hann, og þegar upp er staðið þá er það elskan og kærleikurinn sem mestu máli skiptir. Þess vegna kveðjum við hann Hafstein í bili hér í dag, kveðjum með þakklæti og minnumst orða Krists. Hver sem lifir og trúir á mig, mun aldrei að eilífu deyja. Guð blessi minningu Hafsteins Aðalsteinssonar og sögu hans sem engan endi tekur. Amen. Ég flyt ykkur kveðjur frá fjarstöddum ættingjum og vinum. Gestur Svavar Marteinsson sem staddur er erlendis og Harpa Rós Marteinsdóttir og fjölskylda hennar sem búsett er í Bandaríkjunum senda ykkur innilega samúðar kveðjur og hugur þeirra dvelur hér hjá ykkur í dag. Sigríður Helgadóttir á Þingeyri, börn hennar og fjölskyldur þeirra senda ykkur samúðar kveðju sína og minnast Hafsteins með þakklæti fyrir vináttu og hjálpsemi hans í gegnum tíðina. Guðni og Ingi í Vestmannaeyjum báðu fyrir hlýjar kveðjur til ykkar. Jóhanna Strömm á Þingeyri, dætur hennar og fjölskyldur þeirra minnast Hafsteins með þakklæti og hlýhug fyrir áratuga vináttu og senda ykkur samúðar kveðju. Viktor Pálsson og fjölskylda í Hvammi við Dýrafjörð sendi ykkur samúðarkveðju sína með þökk fyrir vináttu og samstarf í gegnum tíðina. Sigrún Guðmundsdóttir á Kirkjubóli, eiginmaður minn Guðmundur Grétar og börnin okkar senda ykkur innilegar samúðarkveðjur. Sigrún og Guðmundur minnast Hafsteins með þakklæti fyrir vináttu og viðskipti til margra ára og fyrir hönd mína og barnanna minna þakka ég fyrir alla þá umhyggju og alúð sem þið hjónin hafið sýnt þeim og okkur í gegnum tíðina. Sérstaklega þakka ég fyrir að börnin mín gátu fengið lánaðan svona afakall til að leika við annað slagið. Börn Kristmundar Finnbogasonar biðja fyrir kveðju og innilega þakkir fyrir einlæga vináttu, hugulsemi og stuðning við föður sinn. Ómar og Guðrún og Ketilseyri og fjölskylda þeirra þakkar Hafsteini velvild og vináttu í gegnum tíðina og sendir ykkur innilegar samúðarkveðjur. Ólafi og Stjáni hugsa til ykkar hér í dag og senda ykkur hjartans kveðju sína. Þau minnast Hafsteins með þakklæti fyrir ævilanga vináttu og góða samfylgd í gegnum lífið. Bergþór og Þórhallur Gunnlaugssynir sendi ykkur innilegar samúðarkveðjur. Ingibjörg Þorlóksdóttir á Þingeyri, æsku vinkona Hafsteins og fermingasystir, minnist hans með hlýju og kærleika
og þakkar fyrir ævi langa vináttu. Hugur hennar dvelur hér hjá ykkur í dag og hún sendir ykkur innilegar samúðarkveðjur sínar. Skaltu eiga við það mikilvægan fund, því að þá sem þeirra bund, aldrei nær að græna grunn. Líktu sér hver sólarlag, sem þitt yngsta væri það, í morgni eftir orðin enginn gengur vísu þar. Skvöldu fjötrar enginn flýr, enginn frá hans löngu glímu aftur snýr. Því skaltu fanga þessa stund, því fegurðin í henni býr. Líktu sér hver sólarlag, sem þitt yngsta væri það, í morgni eftir orðin dag. Enginn gengur vísu þar. Líktu sér hver sólarlag, sem þitt yngsta væri það, í morgni eftir orðin dag. Enginn gengur vísu þar. Við erum samhuga í bæninni. Guð Faðir í himnaríki, miskunna þú oss. Guð Sonur og lausnari heimsins, miskunna þú oss. Drottinn Guð heilagi andi, miskunna þú oss. Nú lætur þú drottinn þjón þinn í friði fara, eins og þú hefur heitið mér. Því að augu mín hafa séð hjálpræði þitt, sem þú hefur fyrirbúið í augsýn allra líða. Ljós til opinberunar heiðingjum og til vegsemdar líð þínum. Við þökkum þér algóði Guð og eilífi Faðir, að við megum koma fram fyrir þig á stundum gleði og hamingju, en líka leita til þín eftir huggun þegar að sorgin knýr dyra. Heyr þú bænir okkar nú þegar við felum þér hann Hafstein, sem þú hefur kallað til hvíldar hjá þér. Við þökkum þér þá gjöf að hafa fengið að vera hluti af lífi hans og hann okkar. Blessa þú minningarnar Drottins sem þessi kveðjustund er helguð og gefa þær verða okkur öllum uppspretta gleði og huggunar ókomna tíð. Já, styrk þú þau sem hér kveðja og hugga, vert okkur öllum náðugur og miskunnsamur í lífi og dauða og varðveittu okkur í trúnni á þig. Svo við megum ásamt þeim sem þú hefur þegar kallað til þín, lofa þig og vegsama að eilífu. Amen.
mér fagnar höndum tveim. Ég komin heim, já ég komin heim, já og veit að sól slær silfri á voga. Sjáðu jökulinn loga, allt bjart fyrir okkur tveim, því ég komin heim að verða lokum þín sem ég fagnar höndum tveim. Ég komin heim, já ég komin heim, ég komin heim. Kærleikans Guð, þær bænir sem við geymum í brjósti, en komum ekki orðum okkar eða hugsunum að. Þær felum við í bæninni sem að þú kendir og biðjum saman. Faðir vor, þú sem ert á himnum, helgist þitt nafn, tilkomi þitt ríki, verði þinn vilji svo á jörðu sem á himni. Gef oss í dag vort daglegt brauð og fyrirgef oss vorar skuldir, svo sem vér og fyrirgefum vorum skuldum nautum. Eigi leið þú oss í freistni, heldur frelsa oss frá illu, því að þitt er ríkið, mátturinn og dýrðin að eilífu. Amen. Lofaður sé Guð og Faðir drottins vors Jesú Krists, sem eftir mikilli miskunn sinni hefur endurfætt okkur til lifandi vonar fyrir upprisu Jesú Krists frá dauðum. Jesú sagði, ég er upprisan á lífið, sá sem trúir á mig mun lifa þótt hann deyi. Sáð er dauðlegu en upprís ódauðlegt. Sáð er í veikleika en upprís í styrkleika. Sáð er jarðneskum líkama en upprís andlegur líkami. Veittu honum drottinn þína eilífu hvíld og lát þitt eilífa ljós lýsa honum. Hann hvíli í þínum friði. Amen. Ég lifi í Jesú nafni, í Jesú nafn ég dey, þó heils og líf mér hafni hræðist ég dauðan ei. Dauði ég óttast eigi afl þitt né valdi gilt. Í Kristi kraft ég segi, kom þú sæll, þá þú vilt.
Drottinn blessi þig og varðveiti þig. Drottinn láti sína ásjónu lýsa yfir þig og sé þér náðugur. Drottinn upplyfti sínu augliti yfir þig og gefi þér frið. Í nafni Guðs Föður, Sonar og Heilags Anda. Amen. Guði séu þakkir sem gefur okkur sigurinn fyrir Drottinn vorn, Jesú Krist. Amen.